Velkomin að pottum fyrir eitthvað. Herru, ég ætla hjartamlega velkoma. Guður, ég kann ekki að tala íslensku. Ég held á að segja þetta svona. En velkomin tveir fellar á pottum fyrir eitthvað. Algjöri meistarar. Þetta eru sko, kannski ekki núna, þeir voru yngstu podcastarar hérna á Íslandi. Og tveir frábæri guðra. Algjöri tækninördar eins og ég geðu eitt skemmtilegt að nörda út og tala við og bara the podcast game, þeirra plön fyrir framtíðina og að sjá metnaðan í þeim. Þeir eru með sko öruglega mest hann Einar hérna, hann er öruglega með mesta budgetið fyrir fucking podcast hérna í Íslandi. En bara tveir frábæri gaurar og vonandi fílið podcastið sem við gerum hérna. Ef þið viljið checka meira á mér, þá var að Friki.r á TikTok fyrir bestu podcast TikTokin á Íslandi. Tveir fellar, velkomin að pottinu fyrir eitthvað. Já, þetta er byrjað. Þetta er bara að byrja sko, þetta er bara að byrja svona. Mennur í símónum, hann er að missa mækina. Ég er ekkert í símónum. Kötturinn að missa vitið sko. Allt ekki okkur, þannig að þú veist maður að testa þetta út. Það er ekki allt Ertu í rekki, ja? Jú. Þú ert í rekki og ég sá að það eru 12 tímar. Þú getur verið 12 tíma núna, ok. Heldur að sé nóg tími eða? Það er nóg tími. Nei, ertu ekki að fara að vinna, það er ekki? Nei, ég hitt hann bara þegar ég get, skilju. Ekkert vesen, sko. Nei. Ég hef bara eins mikið tíma að vinna, sko. Svo bara verður við að stare down einhver 3 tíma, bara. Já, alveg silent. Það er besta podcastið, svona silent. Hvað er lengsta podcast sem þú tekið? Var það ekki með kíló? Þannig varst ekki að segja það? Nei, ég fokka því upp maður. Hann sagði eitthvað sög í endanum sem hann vildi þess að kött út. Það var ekki hálftími. Þetta var alveg 2 tíma pluss. En ég tók upp 3 tíma podcast með Arnari sem við köttum niður. Ég og Arnari er svona besti vinn minn svona eins og þið sko. Byrjum að gera sketcha 12 ára og svona. Já, ok. Við getum bara að tala, þú veist, bara út í eitt sko. Það er bara svo gaman sko. Hvað er þessu sketchar? Það er búið að eyða flesta því. Ok, það er gott enda sko. Þegar Patreonum mitt kemur út, þá kannski sitja bara alltaf sem ég á eftir sko. Þetta er bara eins og við basically sko. Þið nefnilega minnir mig fokk mikið á okkur mikið, og það var mjög skemmtilega að hlusta á fyrsta podcastin. Þú veist, þeir eru bara 15. Þeir vilja bara fokkin prófa að gera podcast og eitthvað. Og bara nú er hvað 2 mánuð setna næstu basically. Já, basically 2 mánuð. Þeir eru basically búin að taka niður listan sem ég var svona, mér langar kannski að tala við þessa fólki eitthvað. En 2 fellar er búin að tala við af hverju ætti ég að gera. Nei. Þú getur alveg hugsað það þannig, en þú veist, það eru allir búin að tala alla. Já, akkurat, ég er svona, ég samt, þú veist, það er fullt af fólk sem ég svona hef kannski ekkert áhuga, en svona Pétur Jóhann, Öddi Blöð og þeir, þetta fyrir ykkur líka, það er svona, það væri mjög cool ef það gerir sko. Já, það er bæði mjög cool og er ógeðslega mikið views. Já, allan daginn. eins og hjá okkur með spilaði þáttu með Rikka G. Já, hvað það komið upp núna? Hvað séu? Hvað það komið upp núna? Já, hlaðarsveitum er það 1090. En ég veit ekki með YouTube, ég er ekki með að skoða. En þetta var alveg 600 og eitthvað sko. Já, getur þeir. En þú veist, það er alveg sátt það tölur, þú veist. En það skiptir ekki miklu máli þessar tölur sko. En líka máli með, þú veist, TikTok, þeir getur notað þetta content og recycle aftur, gert nýtt TikTok Það var einmitt máli sko, þegar við fengur ekki geð þá byrjuði á TikTok sko. Eða, var það ekki svona 7 tíma? Sko, Ice Cold sagði okkur að fá TikTok. En við varum, þá voru við, ég gerði TikTok inn það. En þá voru alveg, TikTok, nei. Þetta er ekki að vera TikTok, þetta er ekki að draga okkur í þetta. Ég hataði TikTok sko. Já. Þá heldur við. Ég horfði ekki á TikTok, ég bara hataði TikTok. En núna elskar ég TikTok. Ég er alveg sammálega sko, ég er búin að Snapchat í milljón ár, öll viewum eru þar. En núna er TikTok bara gjössamlega miklu meira þar, bara og rústa því. Það er líka engagementið þar er bara á styrum. Þetta er miklu, minnst líka gaman að það er loksins eitthvað forrið sem er svona búið eitthvað til. Búið til eitthvað fyndið, skilur, settu smá effort í það. Það fær svo mikið frelsi, þú veist, þú getur bara verið að djóka, bara tekið upp, bara endurist að einhver skett sem eitthvað, eða þú veist, eins og við, sem við kalla svona meira professional way að búa til klippur úr einhverju sem við búin að búa til. Já. En þú veist, það hægt að gera svo mikið auglýsa fyrirtækið þitt og bara sem bara... ég mun að taka eftir sem virka betur eins og með ykkur þið gerir nokkuð svona það er bara sketsa sem þú varst í styrtu held ég við prævitum það what? Að því sko þeir virka miklu betra heldur en bara fólk eru ekkert endilega ef ég myndi setja mínútur klippa kíló að segja sögu eða mínútur klippa mér að feika hann segja hvað með feitan það virka betur að bara cut eitthvað shit svona maður þarf sko að fá attentioni í fyrstu 2 sekúndur það þú verður að gera það right líka getur alltaf gert sko einhvað fyndið þú veist úr þú veist það þarf eins og þegar tókum við til að hattabata TikTokara og svona fyrir snappara það er bæði lengsta podcast okkar það voru 2 þættir ég held að það nánast 3 tímar
Það voru á þeim hraða í podcastinu allir tíman á svona TikTok hraða Það voru bara svona búm, 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 búm bara alltaf bara, þú veist Akkurat. Bara ADHD bara through the roof, sko Ég Og akkurat það er bara elska svona- það, sko Það er eitthvað, ég er með frenda hérna sem ég tók podcasti við ekki hvort að við séð hann heitir Nathan og hann er með bullandi ADHD og við prófum 3 að taka upp podcast það að reyna að spjalla ADHD og við þurfum ekki það fórum bara Já. tala um bíómyndir og whatever, sko það var bara, þetta að halda svo reyni, sko en það var gaman með þér Já. Þetta er strákar, þeir eru búin að gera podcast núna í 2 ár tala á allan landskotar, Rikka G og fokkin Nánast sorry, já. En bara, hvað byrjaði þetta hjá ykkur? Kannski svona frá eitthvað svona sögu Þið tveir hérna, the couple Sko, Couple Sko, við kynntumst í leikskóla 3 ára já, við erum búin að vinna alveg síðan við erum 3 ára, sko Já. En svo var þetta ógeðslega fyndið, þetta byrjar ekkert með þessu podcasti Þetta byrjar með að ég býti YouTube channel þegar ég er svona Það er málið 14 ára, 13 ára sem allir 13 ára þrák að gera Ó já Allir Ekki vilja ég YouTuber Ég vildi, sko Ég var með það, sko Það var að Sko- gaming channel líka og Já, einmitt Sko, ástæðan fyrir ég blanda mér inn í YouTube channel hans er að því að, sko það var svona, veistu hvað songs in real life er? Nei Það er basically bara svona, sko, við vorum í grunnskóla við vorum ekki saman back, sko en það var svona fyrir ásættíðina var songs in real life, það sem, þú veist það tekið svona, eitthvað svona búið til skets sem verið að syngja, að þú veist, það verið að segja setningar en með lögum Ég fatt það, já voða cringy, en alltaf Það gerði þetta í 9. bekk, já, og ég var svona eitthvað að leiki því og eitthvað og svo sá ég stelpunar, þær voru að klippa það, sko og mér langaði svo mikið eitthvað neður, já, djúlega neitt, það er eitthvað að klippa þetta og eitthvað svona og svo var Einar að gera YouTube channel Og sko, by the way, þá bjó ég, nei, sko Ég bjó til YouTube channel þegar ég bjó í Reykjavík Ég flutti Reykjavík í 4 ár Og þá bjó Óla Selfossi Og svo, ég byrjaði bara að gera alltaf, þú veist, taka upp á einhver mobile recorder Einhver fucking Five Nights at Freddy's og eða eitthvað já, ég veit Einar, þú er líka búin að eyða því Já, væntalega Þetta er Nei, fucking ógæslegt maður verður að hafa þetta núndi Maður verður að Nei, ég bara, úi Einu ástæðan fyrir private þetta á TikTok var bara einhvern veginn að það hann í sturtunni, það einhvern veginn make ekkert sense ég veit það Nei. ekki, það er einu ástæðan Ég er að eiginlega. segja, þegar þið komið heim á eftir Gerið annars styrtu TikTok Það er fyrir styrtuna Þetta var það, maður, og svo þetta kókumölku dæmi Það var ekki maður var bara, herri, maður komum bara svona uppdópaður á TikTok views, bara, Já, já. ekki langar í views gerum bara eitthvað drast og bara skellið út Já, en ástæðan, ég fór svo bara að klippa fyrir Einar, bara YouTube channelið já hvernig, ég man ekki sko að byrjaði Nei, mér langar bara Það byrjaði bara eitthvað, jú, það byrjaði bara örugglega með Fortnite, sko, svona andjóks Nei, var það ekki henni að hérna Þú ég átti ammæli Nei, þú byrjaði að taka upp skets Já, ég átti ammæli Já, og ég og mjútanur og Óli byrjaði að taka upp skets Fyrir YouTube sem ég og vinur minni gerðum Við gerum eitthvað Blue Ninja sem heitir versus The Blue Ninja vs. The Monster Er það ekki til, ennþá? Ég held það Jú, það er Er ennþá þetta parkour-vídeó þér eitthvað? Nei, Nei. þetta er Killing eitthvað Directed by Oli Murder Basically bara stuttmynd sem var lélegt shit og endilega horfðu á það Þetta er snuff-filmaður, það var að myrða eitthvað En samt, þetta er svo ógeðslega fyndið út og þú veist, þegar þú krakkið þá meikar allt sens einhvern veginn. Já, Það veistu bara svona, já, þetta er fucking snill Og svo núna þegar maður horfður á þetta, þú veist, þá veist mér þetta ennþá ógeðslega fyndið út að ég man hvernig ég hugsaði hvernig þetta var þegar ég var yngri Og maður tók þetta upp á iPhone 5 sem hérna Rúna fyrir átti og svo airdroppuðu sig yfir iPad sem er svona hann er svona curved, svo er gömlu iPad-nir maður skemmti þeim, sem er ekki svona flatur svona curved hann virkar það fyrir nokkur ára, ég man pappi átti svo leiðis með já, og svo klippti maður þetta í eitthvað flugvél bara eitthvað flug og það var svo sló sko. Voru þið báðu krakkanir í grunnskóla þegar var gett svona stuttmynd þegar var bara eitthvað, ég ætla að klippa og ég ætla að taka yfir ég ætla bara Ég var meira svona, ég ætla að leika í þessu Já, þú veist vera það star Ég er svo ógeðslega athyglisjúkur að það er ekki eðlilegt Já, Ég vil alltaf vera í öllu svona Þú veist, nema leikriti, ég var alltaf svona Right? Það er eitthvað við leikir sem svona En þegar iPad var að taka upp þá var ég bara, yes, ég þetta er með Þú veist bara netið, þú vilt anything technology Já, og svo var ég bara, en þú klifta með mér, þetta er leðilegt En ég færis núna einhvern veginn meira yfir því svona bæði bara Já Svona, mér er svo gaman að leika og klippa og bara svona Ég elskar þetta pakkan sko, búið til eitthvað sko Þú tengir meira við það Ég þór aldrei að vera fyrir frammyndalina ég vildi það alls ekki sko Já, og svona gaman dag þegar Snapchat var það er aldrei að taka Snapchat af vinnu sínum ég var bara að banna, ekki að taka myndir af mér það var bara ég að banna þessi ekki bara eitthvað, nei ekki, Ég hringi á lögregluna persónuverndarlög ný Persónuverndarlög. þannig Fáðu, já maður já, ég var þannig sko ég var bara að banna, taka myndir ekki taka myndir Það eru myndbönd að þér eitthvað starf bara frík út að öskra á Já, eitthvað já, það er það ég hafði með Björn Já, það var ógeðið nei, ég var brálegar hann tók mig upp, ég var ekki að labba Þú varst ég að var segja að segja eitthvað astanlegt djók eitthvað svona
eitthvað svona smá svona sexual sem ég held alls ekki frá neti okay. Hann bara, ég ætla ekki þessu Og ég bara tók bara brjálast Ég var bara eldan bara Þú varst að hættir að vera cancelled bara Ég er 14 Já, Hvað, þið taka frá mig my Playmo Come on Þetta er hættur þetta cancel culture sko Þetta er ekki Já, samt ekki svona Minnst mikið af fólk á okkar leveli kannski að taka aðeins og hart Já, það, þú veist Ég veist að self-cancela áður og hugsaði eitthvað skilur það Já, veist, maður má ekki vera hrættur skilur við að segja lítið þú veist þá verður ekkert sagt og allt verður bara tabú sko. Ég er svona veist með Kíló alveg ekki sens maður, hún kveikir ofta á intrónu og eitthvað en það veist Kíló alveg mistar í því, hann er mikið no filter veist, hann er oftast, hann er þetta lárist podcastum sem ég tekið við skilur öskrand, hann tók eitthvað veit eitthvað Jay-Z rapparinn, DJ Khaled ég byrja að líka þeim saman af því þeir voru með eitthvað svipað sög og hann bara eitthvað, Friki, þú bara veist ekkert og verður bara eitthvað drullið mig Jay-Z Anna sem bjóð til þú sem er alltaf með Kanye West Anna og Anna N-word in Paris Já Yes Ég veit ekki Kanye Þú veist hvað Jay-Z er Þú veist ekki hvað Jay-Z er Ég sé hann ekki fyrir Empire State of Mind Empire State of Mind This is New York Þetta er nefnilega mist Já, New York Þetta er sem þú myndið þekkja sko Ég hef heyrt það lag Hefur heyrt hann að gæna á TikTok hann t-shirts eitthvað sem þess að syngar þetta í New York ógslag að Já, þið þekkir það Hann er meistar Og svo gerði Ingi Bauer, hann gerði remix en það er for friends only á TikTok Það er merkja sko Ég skil ekki á hvað hann præfið það Fucking cat En já þú veist það hvað Jay-Z er sko En já, þetta er Það er alltaf Í Ingu BH Við gerðum svona TikTok í Ingu BH þættinum þú veist, það sem ég var svona vissi ekki neitt og neitt ég veist svona kænda skilur og má svona smá íkja fyrir TikTok skilur að því maður vissi að það fekk sko við gáum út eitthvað 6 TikTok með henni eftir viðtali og það fekk samtal sem kom upp í 150k eða eitthvað svona allt plúsað saman eða eitthvað þannig þú veist það var mjög Það sprakk með þér Já, hvað er að springa á TikTok? Að springa er þegar við vissum ekki hvað að perlan snýst Það við fengum views af það Ég held að það sé hægt, var ekki 50 Þetta ég horfði á TikTok ég sé ekki þess perla snúst Nei, einmitt Vissir það ekki? Þetta er sem búi ekki Reykjavík En heimskula er, ef við segjum að barinn snýst sem er bara, þú veist, þetta er svona next level heimska Þú veist ekki hvað, vissir ekki að hún snýst En svo að segja að barinn sé að snúast Þegar maður bara sjálfur að snúast Ég hef ekki farið perla síðan svona 2006 Þegar var að gefa vídeospólur Okkur ódýra verði að því að var lokað Way back sko Var það foss? Nei, ég meina eitthvað Jú, hvað? Gósbrunnur Gósbrunnur Það var eitthvað vatn Það var nett, sko Nú er bara eitthvað klaki og eitthvað dýr Ice Cave og Fór í zipline eða? Nei, það var ekki komið Ég ætla að fara í zipline Við erum að fara í þetta zipline, sko Það er gott fucking blog mitt sko Það er alveg Holy smokes, maður Það er bara kvæfti, sko Gauðir, ég Hausinu var bara hvarf hún í opnum Það er meira interesting að gera aftur á myndaðinu sko Þetta er mega show Þú er að festa GoPro á hann Já, það var bara svona, nei, uppi þarna svona sem tekur við alltaf ekki Það er alltaf zoomur á köttin bara Á cat POV Já Við gerðum það þegar við livestreamum hann daginn Það var með Dúnu Cam Já, hvað það? Þið eru á TikTok þá að livestreama Nei, við hefum aldrei gert það Ég hef gert það einu sinni Ég leiði fengið 1000 followers Ég hef alltaf bara þetta er síminn hérna sko Þetta er 4 ára sími, kostar 20 skall til 4 ári Ég neiti að köpa nýja síma Sýndi myndan iPhone SE, þetta er eldri en iPhone 5 En allavega, og leiðu ég held nefnilega að við getum ekki livestreama því að þetta var svo leiluð sími En svo þegar fengið 1000 followers Þá skilur ég fórið, var þetta livestreama Ég er með bústa og ég livestreamaði 3 mínútur Ég bara svona syngdi gluggan í sumbústanum og sagði ekki neitt Svo kom eitthvað views og ég bara End En ég var bara, ok, þetta er hægt Ég er nefnilega hlakað til þá vil ég fæ 1000 Því þá getur að hafa aðra mynda að hlýja live Bara meira til gangi Getum bara livestreama með 1000? Já Það? Já Þannig ég er bara að byggja sko, ég er bara keep going Já Ég ætla að taka 2 fæla niður Já, við gerum eitthvað úr þessu vloggi Eitthvað TikTok og sínum þig þá Það er svona hættulegt sko Það er hægt að loka öðrum accountum eða bara færa nú marga til þess að reporta aðna Það er creepy sko Þetta er bara með allt Instagram og allt Það er bara cancel bara Það er ekki nógu stórt Þetta er ekki eins vennilegt sko En þetta verður kannski meira vennilegt sko Hvað það? Bara að vera að reportaði fyrir ekkert skilur og loka accountinu Þetta er Það gerist það alltaf anskotan sko Já Það er svona Ert þú ekki að rít sko þættinu þína?
Nei, ekki sko. Það Nei? er þáttur sem við að eyða því að félag minn sagði N-orðið. Þú veist bara að taka það út. En annars bara, þú veist, þetta er alltaf bara í spyr gestina, þú veist, vil ég að teka eitthvað út. Það er oftast kannski svona einsaga eða eitthvað. Eins og Wake Up Late var að segja heimilisfangið sitt get oft. Alltaf að segja aftur átt. Já, það er alltaf læg, sko. Já, sá vildi það ekki, þannig að við tökum út bara. Það er svo einfalt að finna það, sko. Já. Þú fær bara hérna þjóðskra. Þú veist, oftast. Já. Þú bara æjans. Þannig bara, betur, er þetta kvenkins eða kalkins? Kvenkins. Kvenkins. Hætt að reyna á köttum minn með, gauðir, ég finnst það nakku, sko. Ég er ekki þjóka, ég elska ketti, sko. Þetta er bara upp að stýrum. Þetta er næstu búið að taka við hunda hjá mig, sko. Já. Þetta er svona alltaf, sko. Áttu hundar líka? Nei, ég bara, þú veist, ég elska hvolpa líka. En kettlingar eru 100% sætar en hundar, sko. Shit, Já, sko. það er ógeðslega næst þegar maður er að klippa á kvöldinu eitthvað, svo kemur maður hérna og bara sopnar, skilur við. Já. Þetta er bara little pet thing. Eru kettir eitthvað svona, þegar deyja, hvað er það ekki vesinn með það? Nei, þú veist. Vesen, hvað Gauð, deyja kettir eða? Nei, það er maður að svæfa kettina sína eða, þú veist. Já. Það er hægt, sko, þeir eru orðnir svona slappir. Nei, þú veist, þeir sem er hunda þá er það svæfa hann, skilur. Hann er ekkert að droppa dead, sko, nema að sér eitthvað gangi, sko. Sko, ég hef bara svæft kettir nema þegar það var hlupið burtu og kannski dáið, skilur við. Skænilega vilt þú myrða? Nei, ég er bara að pæla, skilur, þú veist. Droppaði bara bíf. Nei, þú veist, eru verið að svæfa ketti, deyja Já, þetta er að svæfa ketti. Gauð, Nú kan fara að zoom inn á því. Þú má svæfa fucking kissu. Nei, þú veist, ég er bara að pæla, sko. Spurning er ekki. Nei, svona, maður þarf að ákveða alls konar. Ákvæða hvað sem að gera þetta lífið. Sko. Hún hefur ekki ánægð, sko. Kettir fara í einhver svona mót þegar þess að fugla. Það er bara svona, bara hunting eðlilega bara. Líka, ég er búin að læra eitthvað á kvöldin. Ef kettir sá myrku þá vil það fara út. Þannig að hún bara verður nuts og bara. Það er mjög skrítið svona. Take care. Mr. Cat, man. Það er ég með bara. Þetta er alltaf katta podcasti, man. Allir gestir bara vilja tala um köttin, sko. En akkur byrjar þú podcast? Gauður, ég sko skrítið hérna. Ég fór í therapy fyrir dót sem ég var að gangi gegnum fyrir eitthvað árið síðan og hún kendi mér að taka mig upp með voice memo og bara svona, hvað gerði þið, skilur þetta ekki þessi dag, vil ég svona og svo byrjaði að gera bara eins og podcast og svo gerði ekki 20 þætti þannig svo bara, fuck it man, ég ætla bara að gera podcast og ég er búin að hlusta podcast en ég var 12 ára eða eitthvað þannig að ég var alltaf að fíla þetta svona, það er hérna gauð sem heiti Bill Burr, það ekki hann? Já, ég görur. Þú veist, Monday Morning Podcast, það er bara, ég var að hlusta hann þegar ég var 13 ára að sopna, skilur bara hann að öskra út eitthvað NFL eða eitthvað Já. Og mér finnst þetta bara eitthvað svo cool plattform svona, þetta er léttari heldur en að gera fullt af myndböndum og þú getur þekkt manneski betur á 5 tímum, klukkutíma eða whatever. Mér finnst þetta miklu skemmtilega heldur en svona viðtal sem eru 10 mínútur alveg. Hvað veist þið gott að bóla? Banana. Já, mér finnst þetta skemmtilega sko. Hefur þið séð hann að gæðast líka viðtölana og veit allt hvað heitir hann aftur? Hefur ekki séð hann? Enskur séð. X Friedman. Ný mann ekki hann heitir. Hann er svo velminni sko. Já, dálítið, hann svona veit allt ekki Joe Rogan eða? Nei, hann kemur svona, þú veist, með svona mikrofón. Who are you? Þannig að, er það? Ég manna ekki, hann bara veit alls konar, hann tók eitthvað Billie Eilish og eitthvað. Já, það er hvernig hann er með allt með svona eitthvað hatt. Já, ég man ekki hann heitir sko. Hann sá svo nettur. Ég mynda hann á skjáðu núna Hann gaf hann Snoop Dogg gaf eitthvað plöt, nei, gaf hann hann gaf hann bíómynd sem hann gerði sem hann átti að gera svona sjálfur. Já, og hann var ókslega bara, oh my god, takk fyrir þetta maður. Já, þessi TikTok sem hann gerir eru svo þetta er bara, allir eru bara, þetta er besta viðtal sem ég teki ekkert betra. Það kom með albúm sem fólk bara, ég hlusta á þetta því á 6 ára eða eitthvað, pulling it out of his ass sko. Ég minnir að það var með Billie Eilish sem hann vissi eitthvað hver kennan hennar var og hún bara það er óslega margir bara, hvernig vissir það. Við tökum þetta mjög mikið, eða þú veist, við tókum smá svona ákvörðun þegar þú sagði mér frá þessum gæja, mástu ákvörðu þess að spyrja, þú veist, vini. Já, það er gott sko. Vini og fjölskyldur, skilur að þú veist, spyrja Óladara eða eitthvað og þú veist hvað vinur hans er, senda honum á Instagram, skilur hvort hann hafi eitthvað sögur eða eitthvað hann eða eitthvað og þá, þú veist, þá ertu svona aðeins að sjokka svona ekki sjokk. Manstu þegar kúkaðar á því fyrirbæk? Þetta er smá svona bara svona icebreaker eða svona, þetta er smá svona bara svona það sem vill fá er að viðmælandinn er að rifja upp ykkur gamla minningar sem hann er ekki búin að rifja upp lengi og það er gott content að mínum mati. Og það fer líka í svo margar áttir með viðtalið, þú veist, hann kemur með fleiri sögur sem við getum, þú veist, pikkað upp og tala meir og svo bara alls konar kjátaði. Er þið ennþá að gera svona eitthvað
hraðspurningar eða eitthvað svona Það sem dettur inn, það fer bara eftir hvað við viljum gera. Við gerum það síðast með Ingo B.A. og fór í hraðspurningar. En þetta var mjög mikið bara þegar við varum að byrja sko. Það var svona stálu við smá svona F9 blöð væpinu og eitthvað þetta. Hvað er svona podcast sem til hlusti á og svona taki svona inspiration frá? Sæll sko, það þú ekki byrja alveg. Fyrsti þættir hljómið svolítið svona eins og bara svona basic radio skilur til að reyna að gera eitthvað svona útvarstátt og Þegar við byrjum þá var ekki hlustað neilhlaðarp. Ég hef bara ekki hlustað bara rask sko. Damn, þú fórst bara cold turkey bara. Ég hlustaði bara ekki neitt sko. Og bara ekki ég var bara YouTube sko. Já. Og en núna svo fór ég að hlusta, svo fór ég að gera svona eitthvað hlaðarp dagsins, þess að bara basically til að fá meira Instagram content sko, setja bara story, við erum með það í highlights held ég ennþá. En allavega þá fór maður að hlusta á alls konar íslensk, hlusta alltaf eitt þátt hér, eitt þátt þar og ég hlustaði mikið, uppáhaldstækni mínu voru fyrra, það voru svona uppáhalds podcast eitthvað þessi ári, það var EEE podcastið, einhleip, einmanna og erðalaus, það er bara, það er hana ég man ekki hvað það heita Er það íslenskt á það? Já, ég er bara hlusta bara íslensku Damn! Er það bara? Ekki svona aðalega, ég hlusta á það var svona photography podcast og svona eitt svona heimsbyggilegt podcast, það er eina svona sem ég hlusta á og svo íslenskt bara, mikið íslenskt en allan að þau töluðu svona bara þetta var kall og kona, þau töluðu bara basically bara tilfinningarna sínar basically bara þannig, bara þetta sem ég er gangið núna og bara svona, og svo hlustaði ég upp á slarfnum núna er Hi af því að ég veit ekki af hverju ég byrja að hlusta Já, þú veist, ég setti það einhvern tímann hana í podcastvíkuna, ekki? Jú, ég held það Er það ekki svona grínasta podcast? Það er merkjað, við tókum viðtölu það daginn Já. Þeir eru frábæri, sko Ég hlusta bara á hvað sem þeir setja út, sko Er það vilja Netto eða það Nei, Það er hana Hjálmar Örn Já, Hjálmar Hjálmar og Helgi Sján Já. Þeir eru merkjaði, sko Þetta er hana Hjálmar sem kemur alltaf í brennsluna til F97 Það er nefnilega, sko, ég hef aldrei hlustað FM9 blöðu og bara þekki ekki íslensk podcast það er svona, þú veist, af og til hér og þar og svona en ég er búin að hlusta bara, þú veist alla uppistandar podcastin síðan, þú veist, 2012 og eitthvað Joe Rogan og svona shit þannig að við erum bara frá öðrum skóla en þeir eru bara Já, en sko, ég hlustaði sko, ég byrjaði 2000, ekki að djóka, sko ég byrjaði að hlusta tónlist almennilega 2018 þá, þú veist, fann ég Eminem og eitthvað byrjaði að hlusta ógeðslega mikið það Jesus og svo bara svona hægt og rólega bara færðist bara, þú veist, í staðan fyrir að hlusta tónlist í vinninni færðist það alltaf bara í podcast og ef ég var rektin á að færðist það podcast og ég hlusta alltaf F9 blöð hvernig meinast það fyrst degi og nú er ég byrjað að taka í röð alveg frá 2011 Já. og svo hlusta ég alltaf brennsluna þegar kom Spotify ég bara var ógeðslega mikið með F9 7 dæmi og svo þú veist, svo var Sölvi náttúrulega alveg gott podcast þegar ég hlustaði hann var, þá hlustaði ég ógeðslega mikið það og Snorri Málhustaðan það mátti og svo Snorri skilur Já. það var ógeðslega mikið þar þú veist, mér varst ógeðslega gaman að hlusta á þú veist þessar gömlu, Sveppi, Öddi Pétur, þú veist, ég elskaði þau podcast Voru þeir mikið en FM9 blöð og svoleiðis? Já, þú veist, sérstaklega, þú veist Öddi, Gils og Steindi, skilur Já. Þeir voru alltaf þar og ég bara svona þú veist, ég veit ekki okkur, það var bara alltaf það Þeir eru líka, þú veist, bara íslensku giant, skilur Já Við erum allir þrý búin að hlusta á hana Steindan okkar, eða horfa á það og svona og, þú veist, þetta er bara svona í íslensku þjóðinni, sko Þetta er svo tætina Tæt, já, allir spes, sko Það er ekkert það er ekkert langt, skilur eins og þú ert í Bandaríkjunum og þú veist þekkta manneskjur þannig þú ert ekkert að fara að ná til þeirra neitt, sko Nei. En þú veist, á Íslandi, þá er það bara, skilur Það er ekki það sko Nei, bara, þú veist, viniðin er bara nákvæmlega þess að þannig, þú veist, það er ekkert flókið, sko Færi niður hérna, þú veist, hvað er það, Íslenska bókin, skilur Þú ert örugglega tengdur samhæfa, sko Já, Eru að tala um hvernig maður færi gesti? Nei. Já, bara hvernig maður hittir eitthvað, skilur þú veist, bara tengsl, skilur einfalda myndan tengsl á Íslandi Hvernig vildu þið hafa podcastar? Er það að fíla hvernig þetta fara núna? Ég var alltaf á því þegar byrjun þá var ég alltaf á því að það er lélt að vera tveir veist, bara tveir, en núna þú veist er ég bara vákað að gegja en þú veist, ég var alltaf bara að það þarf að hafa gest til að þetta er gott podcast Já, en svo þú veist, ég hugsaði bara þannig, ég veit ekki af hverju mannstu ekki að því, ég var alveg svona Já, þú vildir ekki gest og þú Já. veist, ég næði Þú veist bara hættu kannski við að, þú veist bara, hvernig er það hlusta okkur tala? Já, basically, sko Já. Þú veist, þá var ég líka mjög mikið að hugsa um views en Já, þú veist, já. þetta skiptir ekkert eitthvað ógeðslega miklu máli þessu views, þetta er bara Nei. gaman Þetta er líka bara að byggja, þú veist, fylgjendahóp Já, fólk sem einmitt. vilja og bara tengsli við fólki sem þú tekur í viðtöl og þetta er bara líka ógeðslega gaman Það er líka það er Já. þetta er mjög skemmtilegsta COVID-ra sem ég hef gert, sko bara að kynnast fullt af random fólki og bara heyra söguna þeirra og svona það er lítið skemmtilegt, sko
og líka eina svona mjög stór hluti að ástæðan fyrir að ég mjög skott podcast að því að það er einföld afsökun til þess að mynda tengsl Já þú veist, það er bara já, líka Já. bara, veist, þú ert búin að tala þann mæntilega, eða allan að í svona 90% styrfing er komið númer hann, skilur Já, þannig, þú veist, og veist hvað er nýjar og þú veist, þú segir kannski hæfið hann út í búð og hann veit hvað ert og eitthvað svona og þú skemmtilegt veist, þú getur ef þú ert komin eftir 10 ár, hringt í hann herðu þetta er hérna Óli, ég tók hérna sem viðtala við, skilur það Ég ætla alltaf að fá símanum röðum Það er bara svona ég benlega, já maður reynir auðvitað Það er svona, ég held við, erum við ekki með síðan úr höllum sem hafa komið en nánast Damn, öllum. ég fældi ekki tíma Það er svona Þú verður að ná Þegar að númerinu byggjum context veist það. Já, þú verður að vera með Ég er númerinu bara með, þú veist, bara Instagram primaries Og mér finnst bara geggja að sjá svona checka eitthvað Þú veist, Já, fyrsta já, fólki sem að- en þú veist, númer er meira solid, sko Þú veist, bara það- einhver kúlu að segja ég er númer hans Já, já þú veist, það er ekki Líka, þú veist, þeir að taka rosalega mikið viðtal við bara, þú veist, svona stór celebrities í Íslandi Þú veist, hvað heitir vísindikallið sem við tókum viðtal við? Ævar vísindamaður og hann er, já, Þetta er svona mjög þekktum hann er bara ógeðslega skemmtilegur það er mjög næst fólk, sko Ég held að við höfum ekki tekið mikið, tekið mörg viðtöl Nei, við, eða bara, þannig, ég held að sé allir bara mjög næst sem við tekið viðtölu, sko Þannig, þú veist, Það er ekki en episode sem stendur út bara, fuck, þetta er Það er ekki þáttu sem við takið upp sem er svona, þetta var mistök eða eitthvað svona nei, sko, ekki einu flækist sem í við bara. lítið baka um gesti það sem við gerðum mistök Já. var Þorgrímur Þráinsson við gerðum mistök þar með því að fylgja ómikið handriti já, menn hann, nei, það var sem alltaf þú veist, næst þetta var samt að lókislega gaman en þú veist, við hefðum getað verið meira svona lús Já, Já, það var fyrst eins og hún að taka viðtal við, skilur eitthvað alveg svona gest svona. alveg gest, eða svona alveg þekkna gest, skilur og og við vorum með handrit alveg bara, ég held að voru 50 pluss Þú voru bara að spurningar lesa af eitthvað Nei, við vorum ekki að lesa beint, sko vorum Við með svona kapla vorum með kapla, við vorum að fylgja köplum, sko þú veist, rithöfundurinn og svo, Já. þú veist, og svo maðurinn Þorgrímur Þráinsson eða eitthvað svona kjafta Já, þú veist, maður komið klukkutíma 30 mínútur inn og bara, herði, það eru 5 kaplar eftir Þú veist, Sæli en þú veist, það var alltaf Það læg, er svo sko mjög gaman að heyra hvernig þið gerir þetta því þetta er alveg, ég er bara ekki heyrt inn sko þannig að þeir eru allan að prófa eitthvað svona öðru sinni Já, eða sko, aðalega fyrir að gera podcast, taka viðtölu fólk er nummer 1, bara 1, 2 og 3 er bara að hlusta, það er einu sem þetta að gera, sko að þú veist, þú mátti ekki vera að horfa á manneskina, hún hlusta á hana og hugsa bara, herri, hvað er það að spila næst, ok, Já. ég veit ekkert hvað hann að segja Það fokkar þetta allt upp sko Þú veist, þú mátti ekki vera að býða á þetta hætti og vera hræddur við Dead Space þú verður að vera bara, þú veist, bara hlusta að þú veist, ef það kemur Dead Space Bara get in there þú segir bara, þú veist, en þú segir já, ég var fórt í búð og ég hata fórt í þessa búð, ég elska þessa búð það segir hann bara, ok, ertu mikið að vesla, skilur það er bara follow-up questions ekki bara, og hvernig er að syngja í Eurovision Nei, svona þú allt í mátt einu ekki, bara svona- þú veist þú, ekki bara, það er svo mikið potential í öllu sem fólk segir, skilur Já að þú þú veist, getur ítt podcastum alveg ógeðslega langt Já, bara já. með einu kjaftaði vanlega sem ég hugsa núna er bara því fyrir viðtal að vera bara með eitthvað eitt sem ég get byrjað að tala um að þú veist, það er að ná byrjuninni og það sem við erum að pæla núna er að byrja að láta viðmannandan koma með introið að þá er hann strax fann að tala að þú veist, við gerum alveg Líka endan fíla sem ég geri hérna Ég vildi ekki gera því það var ég bara að stela okkur þú mátt alveg að gera sko. Það gerir hana, þú veist Já, já. Gestur segir, ei, verður Já. það 2 fæla Mest mjög næs það er frí ölsing, sko fyrir auðsing og svo mér hef alltaf langað til að búa til svona montage, já eða býta til já, svona já. montan svona þá byrja svona Óla Darri skilu og svo kemur þú veist svo kemur Þorgrímur Þráinsson og svo bara, kemur Ævar við og svo glemdi svona- hjá Sigurd og glemdi hjá fyrsta Já, við þurfum bara að fá Sigurdök aftur bara og já, við erum alveg hitt hann, sko fyrir, við gerum hann að bókagjáleik, sko já Já það er bara fínt, sko Það er, sko, ég er alveg samanlega sem montage stóði, sko Vist, Ég er alltaf tek screenshots fyrir thumbnaili á podcastinu Já. Það er alltaf ekki að hlæja Þannig að eventually mun ég hafa bara shit mikið af fólki að deyja hlátur, skilur já Bara gera vídeo á því En ég er svona meira, þú veist Ef þú varst að hlusta podcast frá Ameríku, þú veist Ég hlusta eða bara á uppistandara podcast Jú Það er Ég- Joe Rogan alltaf það ég by- oft veist að það er mjög skemmtilegt sko Já, það byrja alltaf svona bara, þú veist, þetta eru bara 3 gaurar núna, conversation Mér finnst gaman þegar væpi bara svona, hvað værum við að tala um anyways ef við værum ekki að taka upp eða eitthvað Þú veist, þú náttúrulega, ég mynd spyrja ykkur spurningar og svona en svo bara er þetta hvað sem ég gengi, skilja Já, það er alltaf gott að punta, það er basically Já, já. eina En svo eru líka með ógilta sniðugt sem þú veist, segjum að við værum núna að taka upp podcast og við erum svona, ok, shit, við erum ekki meira til að tala um Þá hefur við alltaf spurningar frá hlustendum Já, Það tökum við alltaf frá Instagram, alltaf spurningar frá hlustendum bara, já, ég hef ekki bara frá spurningar frá hlustendum og þá koma endalausir aftur bara svona meira sem getur tala um Talandi um það, sko, ég er þetta með nokkuð spurningar fyrir ykkur no, Það eru fullt af bara, ég fæ alla dag eitthvað krakkar að spyrja, þú veist, Micron podcast og eitthvað Já, Lendið þið ekki mjög mikið í því? Ég veit að Já. þið byrjuðu með podcasti með svona alveg, hey,
allir með Já, að koma það voru Og svo mistök. strax í næsta Já. þætti bara gæði Já, sko, málið er það, við vorum að taka, sko, við vorum alltaf bara 15 þá, sko Já. vorum að taka við til að krakka sem saman aldrei við og þú veist, við vildum gera þetta rétt, skilur við nefndum ekki að fá eitthvað vesen setna þannig við vildum bara að foreldrar þeirra myndi hlusta á það, af því þau eru ekki án 18, skilur við og þú veist, við vildum ekki fá okkar foreldrar bara herri, þið var að eigi Bara, þessu þú veist. setna, skilur Þið heyrðu það bara ég hefði aldrei pælt í Ég tók við tala við 15 ára um daginn Pældi ekki því ekki, Nei, sko, við vorum líka að láta okkar foreldrar hlusta, sko. Já Þannig, þú veist Gauð Það er erfitt að láta fjölsýnir hlusta á það sko Það er bara Nei, já. En þetta er þú veist mjög mikilvægt, þú veist, eins og Óli sagði, þú veist, annars þurfum við kannski að eyða þættinum Ég nenni því það væri ekki, miklu sko verra. og það er ógeðslega mikið vesen, við erum búin að eyða tími í að klippa Vælandi foreldrar eru leiðilegasti, sko Það er bara Er þið með ykkur þætti sem koma aldrei út? Já, Já, við erum með nokkra enga þætti, no joke, það er bara folder Það er bara folder Og við með þess að intro þátturinn og tókum hann upp 4 sinnum og svo eigum við Já Svo tókum við eins og upp ykkur klukkutíma hálftíma og við bara, herri, þetta er ekki Nei, bara þetta er ekkert, skilur við erum bara Já, við erum nokkuð sem Fyrsti farið þáttur var svona Það er sem sko, við ætlum að gera podcast sko Við ætlum að gera podcast Já, það var ekkert plan Nei Og Já. það sem er ógeðslega fyndið er að eftir þennan þátt þá þú veist, við fengum alveg svona út af við erum frá Selfossi, skilur við, það er svona lítið, það er svona bara ekki í Reykjavík, skilur við og þá þú veist, var allir svona sér á stóriði sitt og þú veist, þessari byrjum podcast og þú veist, það þekkist allir svona nokkuð einn Það sem við hefum að gera er að vera búinir að gefa út 4 þætti Já. og svo fengi öll tjáttáttin Það, ef þú ert að byrja podcast, gera það, Já, ok verðstu tilbúin með 3 eða 4 þætti Og svo segir þér til fellar komið þetta alla saman tíma eins og Sölvi gerði eins og Sölvi gerir, skilur Hann er búin að gefa út 4 tíma gefa út 4 þætti og það, basically svo voru 4 tíma held ég samtals Einn þáttur bara eitthvað big mega episode Æ, þú veist, þá hefur fólk option, skilur við ok, en ekki hlusta hennan, en ekki hlusta hennan út þessi Já, klikka þetta Ég skilði sem er mjög snitt og þá nærðu fullt af meira fólk inn og þá þú veist, ok, þeir eru svona podcast þá getur við kannski hlustað á það Þetta er eina sem ég fæ mjög mikið frá bara þú veist 13-14 krakkum sem að senda mig Því þið eru svona Það er alveg margir sem senda á mig út af ykkur Þeir eru svo ungir og það er svo gaman að sjá Það þeir eru ekki að gera þetta og þetta er ekki það erfitt skilur Þeir eru að drösla upp þetta drasl Þessa stiga Þú þarft ekki að alls Við erum að ekki gera Ég vil bara hafa þetta flott, skilur, af því að ég geta þetta er Perfectionism er það er alltaf bara svakalegt að vera með Óli podcasti Nei, hvað meinar þið? Nei. Einar, þú ert alltaf að væla og ég þú er hætti þessu ég er væla ekkert að væla þú ert gear addict Já, þannig, já, Ég er Look at the það. couple bickering Nei, en þetta er ógeðslega gaman, sko og þú þátt alls ekki græna sem við erum með, sko Nei, gauður, eins og þú gerðir Við erum með með, sko TikTok. Æ, mér langt sem ekki að flex, en ok, haldur En ég langar að spyrja bara, hvað ef ykkur er að horfa núna og vill byrja podcast frá ykkar, Já, já. þú náttúrulega bara buy the shit, get all the good shit Að segja hvað þart Ég segja hvað þart Hvað þarftu? Ef þú vilt gera, sko, þú getur farið Þú náttúrulega getur náttúrulega bara símaðin eins og þú gerir hana, mjög flott TikTok hjá þér, ensku Já, Ég sagði hvað var að væla alltaf ekki að Mér væla. finnst það flott, sko Og einmitt það sagði að þetta var mjög góð enska Þetta er fárlega góð enska Kommentaði ég eitthvað, ég með ekki Ég sagði, sko, ég held ég að kommenta Sagði ég ekki, þetta er betur enska en ég með Og ég byrði Bandaríkjunum 1 ára eitthvað Sagði ég, ég held ég að kommenta Ég man ekki, allan hana Það er svo þart, þú getur gert bara símaðin Frí, það er bara alveg fæn Bara alveg nóg Þú getur farið í 20 skall Keftir interface Og svo eður kannski 5 skall í 2 mæka, ekkert mál Mækin hérna sem við erum núna notum ennþá Það kostar 2 skall, sko Þessi mic On jokes 2 skall, já Þessi mic Það er Ég er að dynamic, fara að kaupa svona, ég þarf third mic sko já, dynamic mics Þetta er sko, þetta er basically bara Shure SM58 Já. knockoff, sko Já, ok Þetta er frá Behringer Þetta er Behringer Já. Hvað var þetta? Ertu að kaupa þetta á Íslandi? Nei, köpti þetta á B&H eða Thomann Þá mann Ok Thomann, ef þetta Bróður minn er þess að síðu líka sko, hann er alltaf sendið með B&H Já Ég held svona eða Æ, ég ætla ekki að segja það Jú maður Nei, Ég er haltu búin að þér eiga- kjafti. Ákveð ekki Svona upp í, ég held að segja nálgast Þannig að allan yfir 2 miljónir, sko Wow Ég var ekki að búist um 2 millum Já, æðist Astar bónus eða? Ég er á bónus, já En já, Bónus er alveg að borga Það borgar alveg Hvað ertu með besides this? Bara tölvu þá eða? Já, ég er með, já, tætt tölvu, sko En það er ekkert eitthvað Nei, það kannski ekki ekki Nei, ég veist, sko, það sem Við byrjum, sko, á Zoom H5 eins og ég sagði hann, og svo Zoom F4 og svona Mix P6 sem er allt ókild, þú veist, hann kostar 200 og svo erum við 2 myndalar sem kostar 250 og báðar, sko Shit Af því að ég er að Ég taka skil hvað meina Nei, og svo erum við 7 ljós og eitthvað dæmi Já, þú veist- fuck já maður Ég á, þú veist, 3 ljós Óli á Mhm. Þú
þú átt 2 ljós, eða ekki? Nei. Nei, þú átt 2 svona stór, 1 ljós Já. 1 stórt ljós og svona nokkur svona lítið ljós Já, svo var ekki sem annar eru ljós mjög góð. Annar ljós sem eyðilaðist eða eitthvað Er það að nota það til að taka upp þá? Bara sko að við eigum þið þannig Sko, þetta er alveg cool og þú getur haft background lighting með þessum ljósum Já, við elskum að tungsten background lighting Það er looka Svona fresh mixa, þú veist, Æ. svona ljósum Ég er akkur að kveikja á þessu Já, Við veist ekki að tungsten er það ekki Það er svona tungsten er svona Svona já, 3200 kelvin Við elskum að mixa svona ljósum og svona ljósum Þessi ljós í andlitinu okkar, skilur Já og þessi ljós við aftan okkur svona Já. Þá þú veist, koma litina svona meira Það er gauð sem heitir Snjókallinn Já, Já, við vorum einmitt talaðan Við erum hitt hann á föstudaginn, já Á, erum við að taka podcastinu? Nei, við erum bara Nei, ég bara þekki hann. hitt hann í tökur eitthvað Bara hann ég elska að taka upp og svona en ég bara veit ekki nóg þetta Veist, þannig að þegar hann tala þessi ljóskilur bara veist, Hann á þetta shit, þetta verður bara quality fyrir svo mikið upp sko. Já, þetta er Lighting bara is key, sko. lighting is key, já Það fari í klóðan mikið Ég skal það Hún er að ráðast að, hún er að solta mig hérna Nei, Það var ekki ekki með Þannig að þú veist að segja með Já. equipment og svona equipment, já En það sem ég myndi gera yfir þú Fólk, þú þarf þetta ekki Þú ert komin í Rodecaster Pro sem er very nice Það er mjög gott, sko En þú veist, ekki fyrir mig, henda mér ekki, sko Þú veist, ef ég var með stúdíó Þá myndi ég alveg fara með til að Rodecaster Pro Já. Samt ekki, ég myndi nota Big Screen Hann maður betur í preamps En allan á Já. Ef ég var þú, þá myndi ég eða 35 skalli, eða það ekki, Zoom H5 Komum á Zoom H5 Hann er með 2 XLR Og svo getur kæftið svona ekstra drasl Og svo kaupir bara 2 svona mæka á Thomann Af því að Thomann, sem er í Þýskalandi Þeir senda upp í 14 kíló Og það er bara að borga 30 eurur í sendingkostnað En á B&H, ef þú senda 14 kíló Já. Það verður dýrt, sko maður. En á Thomann, það er ekki prepaid tollur þar minni mig Nei, það er Það ekki er bara ekki það sennska svo ódýrt þetta er Því ég býst alltaf við að ef þetta er svona þúnt Já, en á Thomann, af því við keyptum standa, sko Eitt standur var 5 kíló, sko Já. Þannig, ég veist, ég þurfti að vera með svona Ég þurfti að vera með svona vagn Til þess að fara út með þetta póstilsinu Það var bara eitthvað svona stór kassi Þessi gæi sem var standurinn Þannig að 5 kílóin Já, Fuck Við notaðum hann aldrei Nei. En samt, þú veist, vorum að segja Við vorum alltaf að bera upp Já. á, hvað er þetta, 3. hæð, 4. hæð fjóra hæð Bera alltaf upp allt sittið Og við notaðum hann stand aldrei Samt tók hann alltaf með upp Og þetta bætti svo mörg kílóum á Og var svo pirrandi Ég hata Þetta það var það mækstandur eða ljósastandur Þetta var Mac-standur, en bara Pro, sko Svona heavy duty Svona metal Ég nota hann líka, sko, fyrir shotgun mic Hann er það hár, hann fyrir upp í 3 metra, skilur Hann getur nota hann sem svona boom Svona bara, þú veist, en það er betra að vera að kaupa 30.000 króna C-stand, sko En bara, ég er ekki alveg að reddi að eiga 30.000 krónur í stand, sko Sem ég ger samt einhvern tímann, en þú veist En fyrst erum við að tala um equipment, sko Þá finnst mér, þú veist, að equipment skipti ekki máli fyrir, þú veist Nei, Það sem nei. það hlusta En Nei. mér finnst equipment skipta svolítið máli Eftir hvað þú vilt lúkka pro Já, já, Þú veist, eins og við fáum gesti og þeir eru svona, ok Þeir eru, þú veist, Ég segi alltaf, þeir meina þetta, ég segi alltaf, mér líka metnaðinn Ég segi alltaf Já, en Maður alltaf, ok, takk Ef þú fyrir myndir að mæta bara með iPhone og Er það að dissa? Nei, ég er að segja, þú veist, þá myndir þú fá svona aðeins minna svona, ok, þú veist, þetta er bara svona skólaverk Ég veit það ekki, sko, kannski ekki Liður ekki eins og þið fá líka meira svona Fólk pæli meira í það því þið eru miklu yngri Og svona liður eins og bara Það var, sko, þegar við gerum hann að fréttan á Vísi Sem Já. bæði þeir, ef fólk heldur að við séum það eitthvað þekktir Þegar við spurt okkur að gera svo frétt Nei, við erum alltaf bara báðum að gera frétt, sko Báðum við fréttina Það var aldrei komið fréttar sem við erum Jú reyndar, á kvikmyndi.is kom frétt með Óla Darra þættinum Það reyndar voru ekki tengdir En allt annað er bara við bara Nennan að gera frétt fyrir okkur, please Sem þú þarft að gera Ég þú þarft að gera það, sko, komum Já. Það er enginn að segja bara eitthvað Hei, töffölar, þú vilt komið frétt Nei, það er ekki að gera, sko Ekki nema við séum eitthvað Við erum að gera eitthvað að þér Já, ok, þá þá- kemur DFF og segir whatever Já. Þú veist, annarkor það ef við myndum fá einhvern enskan frægan í podcastu okkar Það er basically eina Já, ef þú vilt fara í fréttinar Ég endur freka bara að biðja það Í staðin fyrir að fara að gera eitthvað að þér, sko Og þú Það er veist gott tips hann sko Því þú veist, þó kannski þú eru ekkert að gera Eða bara pröfa það Getur þú stekka viewin og svona Hún sagði líka í sunnlenska sem svona fréttablað sem við báðum að fá að koma í og hún sagði já þú veist, þegar hún kom og sagði skilur vel gert að spurja af því að þú veist það er óslega margir sem halda að þú veist þeir bara býða þá einhver recognizer þig það er aldrei fyrir að Sem er bara stúpid, eða þú veist ekki nema að sér Justin Bieber sko en þú veist Já, en þú veist, það er ekkert að það spyrja nei, Hvernig fóru það því samt, þú veist Komur og tók viðtal við ykkur eða var það bara gegn neti Sko, við sendum á hana fyrst hvort að það nefnt að búið til fréttum hvort þið vildi gera fréttum með okkur og að vísi já, hún sendi spurningar sko Já, vísi, hún sendi okkur spurningar í gegnum e-mail sem við bara svörum gegnum e-mail sem gerist líki sunnlenska en svo kom kona að taka mynd af okkur líka fyrir en ef þú ætlar að fá frétt ertu búin að skrifa fréttina og sendu bara beint á víst, svo sem er að setja í blaði hann er bara já ok, þetta er easy bara Easy money Easy money, já, sko. og líka við gerum í dagskrárna
þú veist, og skrifa bara svona professional texta Já, já. og heldur fólk einhver að skrifa en við skrifa hann bara sjálfur sko og fengur bara einhvern að lesa yfir hann Nice þú veist bara, herri, hvað er ekki að professional orð hérna Við varum nátök með pappan sem akkurat, hann kom með svona ekstra eitthvað svona eitthvað svona gamalt orð til að fá nýja sín á lífi Já, smá spice já, bara eitthvað svona, já, eitthvað gammalt fréttamaður skrifa þetta Það er ógeðslega myndið sko Það er svona önnulegin til að komast í fréttir er bara, þú veist, ef þú ríður út í skói eða eitthvað skilur og situr á podcasti það bara góð, sko já, það tala um hérna, þú gerðu en Já, Wake Up Late, maður, hann kom hérna og alveg, já, það var að koma frétt út í dag líka hann var að ríða okkur hérna golf course cool guy, sko maður við að taka alveg við hann, sko hann er bara, það er mjög skrítið að sjá að fólk á Íslandi er að vera bara klámstæður og eða þú getur bara gert þetta og fengið pening úr þessu og bara Þú veist, þeir eru basically að gera sama við þeir eru kannski ekki að ríða hennar, sko Nei En, ég meina, ef þú ert að reyna að gera podcast og reyna þetta verið peningin, skilur þú veist að búi til eitthvað dót og reyna að byggja following þannig ekki að nákvæmlega sama Ég veit, já Hvernig finnst ykkur samt þess að umræða sem er alltaf núna, þú veist að bara, think about the children Þegar, þú veist, OnlyFans geta þig Er það börnir sem þú munt eignast eða börnir Nei, bara, hann talar svo mikið þú veist að Bara klám Fréttamiðlar eru bara að segja við þau bara ekki að þið er að vera fyrirmynd Þá, þú veist Já, þeir eru bara doing their thing, sko En þú veist, bara, þú veist, ef þú vilt gera þetta bara, gera þetta, þú veist, mér er drullu sama, sko Er ekki OnlyFans að koma út, fann Tave Fellar? Er ekki Við höfum oft talað um það, sko Þetta hefur verið komið í fundi, en við höfum ákveðið ekki að gera það Við jókum eitthvað með þeim hattapatta Já, fólkið myndi Þetta er svona, þú veist, myndi ekki vilja ekki en OnlyFans bara, þú veist, tæri eitthvað, þú veist, bara Hvað sér? Ef þið getið tekið mynd á tásunum eitthvað Já, nei Bara, þú veist, taka 10 myndir, fara svo að vinna eða eitthvað Ég held að bara enginn að kaupa það, sko Nei Þetta er bara skrítið, þetta myndi Ef ég var með OnlyFans, þú veist, og enginn myndi kaupa það, það var alltaf sad, sko, þú veist Nei, maður, þú verið heimil lifandi, sko Þú bara ekki kipta mynd á tásunum mínum Ég er svo ógeðslega glæður Ég er bara fuck gaur Ég skrifaði í TikTokið mitt eitthvað DM for topics og ég var svo að vona mynd fyrir 1 bara eitthvað 1 Þetta er ekki mér að Nei, neitt, sko Það er allir áhugur betri Já, grann Við þurfum að vera klámstöndum að staka Nei, takk Ísland er ólítið í það, sko Já, eiginlega Ef þú ert drullu saman þá alltaf virka vel, sko en mér langar helst ekki að pappi sé að ekki sé klámstönda, sko Nei, já, fínt bara Hvað er svona, hvað heldur sé næst með þetta? Er það í skóla? Er það að plana, þú veist, að taka þetta út eða gera eitthvað auka með þetta? Er eitthvað þekkt? Hvað talum að taka út? Eða bara sem þið er að gera núna Hvað heldur það sé verið að gera? Ég hef alltaf ímyndað það sem þú veist út að við erum að gera podcast og YouTube Við erum að vlogga og við erum alltaf langar til að þú veist stækka þú veist tutoriala og einhvers svoleiðis kjallaði Og þú veist þetta basically er eins og þetta sé pín að breytast í svona eins og swipe media Já Swipe media Þú veist, samt ekki en þú veist samt Þetta er að breytast í þú veist margar plattformar skilur Já, menn swipe að vera það swipe Nei, ég er bara þannig þú veist þetta er svona eins og svoleiðis skilur Þetta þú veist, við erum podcast, YouTube, TikTok Þetta er bara svona, þetta er svona fyrir margar plattformar í einu skilur Þetta kallast að vera omnipresent Já Þetta er sama fyrirtæki gera þegar þú veist allstar þá bara En sko, já, ég veit ekki og Finnst þér svo þú þarft að velja eitt eða eitthvað? Þarft að vera á Það sem ég held núna einar að ég held að þurfum að breyta einhverju að ég veit ekki svo að þetta er orðið aldrei ekki þreytt heldur svona repetition skilju, þetta er orðið svona það sama þú veist hvað ég meina, því erum að taka svona viðtöl og það er svona alltaf einhvern veginn svona daldi eins flow skilju, þannig að við þurfum að breyta einhverju gera eitthvað nýtt skilju, það er svona daldi og kannski þarf það ekkert en það er bara það er daldið svona þannig skilju Já, líður þess að þið séu svolítið svona er komin svolítið nóg að þessu ekki, nei, þreyttur heldur bara svona ef þú verður hlustandi ef þú myndir hugsa það sem hlustandi þá kannski þetta orðið þreytt en kannski en sko svona stíla podcast getur að lifa endalaust sko út af þú ert náttúrulega aldrei með það sama þetta er þú veist viðtals en ég segi þú veist eins og Begga Ólafs podcasti ég frábært podcast bæði ekkert eitthvað leðilur en þú veist þetta er þú veist svona spurningar skilju en kemur með alltaf sömu spurningar en það breytir stundum sem ekki og þú veist en þú veist þetta getur orðið þreytt skilju en samt þetta er alveg fucking geggja podcast ég hlusta alltaf sko þess að finnst mér gaman að sussa upp þú veist þess að ég tek podcast einn eða alltaf ég tek podcast með Arnari þá reynum við að gera eitthvað nýtt núna vorum við tókum upp hérna í fyrradag hringdu í 2 krakka svona fans þú veist einn af þessum fans er búin að vera eitthvað svona reyna að cancela mig svona djóka og hinn elskar mig þannig að við vorum með þá 2 að bífa þú veist í símónum það var bara gett fyndið skilur það tengist ekki neina öðru sem ég búin að gera það er eitthvað svona nýtt skilur bara
eitthvað svona örvísinni heldur en venlega viðtöl sko. Það þau ekkert pælt í að fara live, taka upp live podcast ef við höfum gert það einhvern tímann Við höfum sko, við gerðum sko og við gerðum það einu sinni, já Máli, við tókum upp eitt podcast live sem var bara, þú veist, tekið upp venjulega, en við vorum live á Instagram með hann Já, en sem podcasti var samt aldrei út en það alveg markmið fyrir mig á þessu ári að fara að taka þetta og á svið, hafa crowd Já, þannig Ég var ógeðslega til í það, skilur þú veist, en þú veist, það er svolítið erfitt þegar þú er svolítið ungur, skilur Já en þú veist, en þegar maður, eins og við vorum á Hi-Hi sýningunni podcastið þegar vorum með svona sýningu Þeir sko mjög stóri Mér finnst það ógeðslega cool Mér finnst það ógeðslega cool, þú veist, að geta farið í sal og actually fólk sem hlustar á það er þarna Þeir öll þannig Já, og þú veist, þetta er allt svona, þú veist, allir með sama svona húmórin eða allir svona með sama svona allir vita á hverju eru hana, skilur og maður bara svona, þetta er fucking nett ég væri til að gera þetta einhvern daginn Þetta er bara, það er einna comedy klubur í bænum sem heitir Secret Cellar Ég fara hann upp nokkuð sinnum og svona og að ég veit að þú getur bara að bóka salin Þannig að eventually, ég er búin að setja Snapchat okkur sinnum og svona hverju myndi vilja koma og eitthvað Ég kom með eitthvað 40 nöfni eða eitthvað sem svona vildi koma Þannig ég veit, kannski ef ég gefi 10 með það og svo kannski ég læti borga fyrir 10 með það Það er komið 20 manns Ekki bara gera þetta saman Við skulum bara Ég sko, Rikki, Íslands, tveir fellar bara Já Nei, menn, það var ekki Ok, to be honest, sko Það er alveg ekkert mál að gera það kannski bara, first show, þá er þið eitthvað, svo ég Er það þá live show eða comedy? Live show, þetta myndi vera ón á sviði sem var comedy, þannig að það er svolítið tæta bara, myndi bara vera 2 stóla borð ég myndi vera með þetta, skilur, töluna og veist, sem ég er að plana með myndi vera, ég myndi vera með ég og Arnar væri að djóka að segja sögur af því þeir þættir sem ég múið að gera ég fæ mikið feedback það er ekkert með million views en ég fæ rosalega mikið að fólk að senda á mig þetta og gegja það eitthvað þannig að við myndum vera 2 að djóka eitthvað og svo, veist, kannski við erum með tilbúnar crazy spurningar fyrir the crowd Já, og sem getur fengið opinionum tilbaka svona Já Já og vera interacting in the crowd og hann er líka uppistandari þannig að við myndum báða vera bara fólki skilur þannig að það verður bara gaman sko það Og hann er snilt að það er með wireless mic og sem við myndum tekið hennan til að droppa í crowdin, skilur Já, ég ætla bara að hafa að því þetta er kannski ekki þetta er ekki stort og þið haldið sko, þetta er mjög lítið þetta er eiginlega, þessi klúbur er kannski 2-falt stærnenda herbyggi og hann sviði kannski bara svona hérna svo bara fólki vætið, þannig að einu sem átti að gera er að taka þannig mic og bara svona þannig að við ætlum bara að gera það sko Það er mjög cool sko who knows, kannski ekki með enginn þannig að þetta bámar bara, en það var bara lægir þá er þetta bara aftur En byrju, og það er að livestreama þig líka eða það er bara að taka upp Nei, ég held ekki ef ég er að láta fólk suma borga skilur þá bara, það er ekkert live eða nema á náttúrulega stanum Já, og myndir að gera svo þáttinn út eftir á Já, örugglega, á Patreonu skilur bara... Já, þú ert að byrja Patreon Já, það kemur sko Það er nett Ég með fylgta auka dótið sem ég svona hef ekkert að gera við og ég lendi í þessu eins og tölum á hann að einhver gestur svo bara ákveður að beila þáttinn bara degi áður hann á að koma út eða eitthvað það er ógeðslega svekkjandi sko og tala við 2 tíma eða eitthvað svo er hann bara ennþá hann inni Lendur þú oft í svona vissin eða? Nei, ég bara þessi 2 sko og einn af þessi grunni svo ég bara hætti að tala af hana því að hann var með svo mikið vesen Við hefum bara einu sem lendi í svona smá vissin með, eða þú veist ekki vissin svona bara svona spurði hvort það mæti færa skilur hans, sem er ekkert mál skilur en það er samt pyrrandi, maður er svona Er þið aldrei með reddi í þætti en eins og er alltaf bara gera einn, release einn Það sem við gerum síðast, við gerum fyrst sinn og okkur langar bara að pröfa að gefa svona 3 þætti út bara einstað millibili skilur en ég mæla ekki með því sko Hvað, bara einn dag? Já, bara gefa út 3 bara, við gerðum hann að Gísla Martin Æ, vísnum hann Já, alltaf þá 3 Málið sko, ég og Óli tókum eftir þetta þá vorum við byrjað að rífast basically bara sko Við vorum orðinir alveg bara tæpir, ég var bara Þú, herri Þetta er mutually sko Já, ok, við vorum bara svona, þú veist, við vorum bara að vera svolítið mikið saman, skilju Já, það er ekki nóg gott, sko Við vorum bara svona, ok, þú veist, chill, bara svona, þetta var bara alltaf mikið Þú voru þá að taka upp bara Já, við tókum 3 daga, 3 þættir Já Nei, við tókum Gísla Martin og Hi-Hi á saman deg 2 daga og 3 þætti Þetta var, þú veist, Gísli, Hi-Hi og svo Ævi Vísnamaður Já, það var Hi-Hi klukkan 11 og svo Gísli klukkan 3 eða eitthvað svona Já, og það, þú veist Það er þá aðeins erfara að vera alltaf 2 skilju Þú veist, ef þetta væri vinnan okkar alveg vinnan okkar, þá er þetta kannski ekki eitthvað svo mikið mál en þú veist, þetta við erum líka þú veist, með aðra vinnu og skóla Já, ég fekk ekki með 2 eða eitthvað sko Já, ég með 2 vinnu núna Já, þóttu vorum ekki í skóla, þú veist, þá er þetta samt svolítið mikið sko Er þið að fara í, þú veist, er að stefna að fara eitthvað kvikmyndaskóla eða eitthvað svoleiðis? Ég er mikið áhuga á þessu, en ég held ég fari ekki í kvikmyndaskóla sko Þú veist, ég held að mest sem myndi græða því er ég myndi læra meir storytelling kannski og composition og svona þannig
En, Þú ert already bara nei, ég er alveg góð með græjur, sko. En ég myndi fá tengslanet. Það er alveg biggest pro við að fara í kvikmyndaskóla. En þú veist, þess að stæðin núna, þá stefnir ég frekar á, skilur að taka fasteignasalan eða eitthvað svolítið setja skóla, sko. Nice. Og ferðast. Það er mikilvægt að ferðast og sjá heiminn, sko. Og ég er alveg búin að ferðast mikið, en þú veist, að ferðast á eigin fótum og sjá líði bara, þú veist, skoða eitthvað, skilur, þú veist, eitthvað öðru sig. En svo, þú veist, ég myndi ekki vilja fara til Bandaríkina og ég myndi tala að fara eitthvað svona í Evrópu. Bjóst þú í Bandaríkjunum? Ég bjó í 1 ár í Bandaríkjunum, já. Þú talar hana í eitt af fyrsta þættunum hana að enginn fyrir út, enginn krakkar fara út. Nei, sko, ég var í Flórida, sko. Já. Það er alveg, þú veist. Hvað, hrættu hann að Gators, eða? Já, nei. Þú veist, þannig að, ef þú ert að fara að hitta krakka, fóreldræðinu verða að hittast, eða þau verða að hittast eitthvað í tengslu við skólan, sem ég var svona tech club, það var bara alltaf mikið nörda shit, sko. Þau voru að spila kínverskt spil, sem ég bara, það var á kínversku, sko. Þetta er bara, þetta var next level. Og svo á klukkutíma fresti, þá kom gæinn með svona heila fötu, svona IKEA, svona rennundur rúm. Þannig fötu, eða svona, fötu. Kassa, já. Fullan og svona lítið nammi, Snickers, Bounty. Það bara, ok, þið með taka 3 á klukkutíma fresti. Hvað meina? Já, og í Civics, sem svona læra First Amendment og allt þetta rastlana, það var kastað í því Jolly Rancher eða það fær rétt, sko. Það er náttúrulega, ég var alltaf í, en ég er með þetta rétt. Það er bara fatten you up, bara gotta get you. Nei, það má vera með snakk, það var allir með svona snakk í tímum, sko, þetta er crazy, sko. Jesus. Þannig ef þið er að hugsa þér eitthvað, Getur bara að borða það og shit, maður. Já, þú mátt alveg. Holy. Nú fyrir alltaf þess að fucking treyja, maður. Svona ofurkur þessi köttur. Allir kettir ofurkir, sko. Já, maður. En stráki, ég ætla að ég kasta átt á boltanum bara svona endara þættum til ykkar. Er eitthvað svona sem þið viljið koma út? Eitthvað svona sem, ykkur finnst gaman að spella, eitthvað sem er í gangi núna ykkur? Næsta plön og svona? Við bara Við erum ekki meira plön fyrir podcast, eða þú veist. We have no plans, það er ekkert í gangi. Jú, við ætlum kannski einhvern tímann. Við þurfum að fara að taka upp einhverja þætti og eitthvað. Einhvern bara, já, er að tjekka bara 2 fellar og... Ég held aldrei verið svona langt á myndli þátt núna. Nei. Það var líka eftir þetta 3 ára, það var svona... Já, veist, maður líka... Smá pása. Já, líka svo mikið að gerast núna, sko. Vist, ég var mjög mikið upptekinn, sko. Hvað, vinnum þá? Já, veist, ég var að vinna í bónus og svo byrjaði þarna nýja vinnu og svo var að taka brúðkaup, bara allt í sömu vikunni, sko. Þannig maður alveg bara, maður hætti öllu öðru og bara fókus þetta allt. Það sem líka alveg gott, sko, ég og Óli mátt tala um þetta, það var mjög gott fyrir okkur líka að fara í einhvað annað, ekki við 2, skilur. Það þú veist eins og Óli er frá giftingar og ég er svona... Ekki bara giftingar. Nei, þú veist, í svona með öðrum vinni sem, skilur. Og ég er svona pæli kannski að fara í einhvað fotografi bara einn, skilur. Svona, og þá þú veist, erum við ekki saman í, þú veist, því. Og það er mjög held ég bara að vera ekki... Já, þú veist, eins og, þetta er aftur. Þannig að þess að tókum við til Ice Cold, það er eiginlega mest svona... bestu tipsin sem við fengið, því að þeir eru saman 2 og þeir lendi í þessu sjálfur og mikið saman og bara basically þurftu bara að skilur velja eitt og þau völdu náttúrulega vera vinnir í staðin fyrir að vera með Ice Cold þú veist, og þannig að þú veist, verður maður að vera að hlusta á það skilur og ekki gera sömu mistök og þú veist, já gott að sjá þá líka sem bara fyrirmynd bara, þú veist já, þeir eru líka bara ógeðislega skemmtilega görar þetta er Ingi Báður og Stefán Alli og þannig að Gunnar, hefði ekki? Jú, Gunnar, jú þannig að þeir eru bara mjög bara góðið í því sem gera, sko fucking geggjaði, sko Bara þeir got no plans maður en bara No plans? Bara no fucking plans maður er bara svona góðið það fló ég vil taka það að tökja upp það Já Myndu ekkert vilja þess prófa að taka bara couple of þætti bara þið 2 og bara Við höfum gert það vorum við bara aðeins basically vorum að pröfa svona bíladæmi þú veist bara Já, í bílum, já Bara til að drepa tíman og líka því að ég á bara svona þú veist að ég er að taka upp í giftingu þú veist þá hafa maður náttúrulega svona litla mics svona LED mics þannig já þú veist þeirra á þannig þú veist við erum bara að testa það nýta það bara Það er ekki fokkið þægilt í bílum líka bara Jú maður finnur ekkert fyrir, sko þetta er bara svona hérna og einhver vill hlusta þá er það bara geggja, sko Akkurat og svo er ég myndi á vlogga núna þannig þú veist við erum svona basically svona að svona láta rúla aftur svona og já líka svona meira TikTok mann langar til að stækka á TikTok en það er eitthvað gaman við það þú veist prófið að setja sketch á TikTok það er svo gaman gera eitthvað pingu lilla já við erum alveg búin að plana fullt sko svona ekki fullt við erum búin að plana þú veist það er einhvað sem við ætlum að gera TikTok og þú veist já það eins og ég segi það er held ég mjög mikilvægt ekki mikilvægt það er gott að stækka TikTok og þú gerir svo mikið af því eins og þá getur þú pluggað podcastið og YouTubeið og allt svona allt annað og einu sinni í byrjun það voru ógeðslega mikið svona við verðum að fá sponsor við verðum, en þú veist núna
Mér finnst eiginlega bara gott að við erum ekki með sponsor. Höfum aldrei fengið, að við höfum að sponsora til þetta bara bónus, af því að þú veist að sérna fréttan að vísir þá hringdu bara í bónus, herri, alltaf sponsor ekki og þú veist, þeir sponsoruðu þetta alltaf, en það var bara fínt. En ef þú ert með sponsor, þá er svona meiri pressa á þessi skilur, þá er þetta orðið svona eins og vinna skilur. Og ef við erum ekki góðir saman, ef við erum skilur 2 ákomnir alveg bara, ok, við erum að gera 6 þætti, við erum að koma með sponsor, þá held ég að þá ertu komin svona aldrei svona on the edge skilur. Já, þú veist, en ef við myndum fá sponsors, þá myndi ég vilja gera þetta þannig að þú veist, við erum alveg góð tengslu við sem er sponsor okkur og þú segjum nákvæmlega hvað við viljum skilur. Bara þú veist, það er bara engin pressa skilur, við setjum bara þætti þegar við viljum. Þú veist, og ekki, við viljum ekki fá sketsur frá þeim sem segir þið þurfum að setja 6 þætti í þessari viku. En mér finnst það sé mjög erfitt að fá það. Það er mjög erfitt, en þú veist, ef það myndi gerast þá er það besta sem myndi gerast. Ég held að sérlega ekki það erfitt sko. Ekki? Nei, þú veitna þú veist, til dæmis bara Dominos sem dæmis, þeir eru að sponsa 2 podcast held ég, 50 skall á mánuði og það er eiginlega bara, þú veist þú situr reglulega bara, þú fer til fyrirtæki og segir, hey, ég skal gefa þér 30 sekundu ad áður þátturinn byrjar, that's it. Það er einn sem þú færð, þú veist, þú þannig að segir það kannski ekki svona skilur. Nei. En þú getur diktata hvað þú vilt gera með þetta og ég ætla að segja allir þessu orð og skiptir ekki máli hvað ég er að tala um, þú veist, þér á því ekki. Já, en svo aftur með að stækka TikToki þá þú veist getur líka sponsorspilaðin það og það TikTok er að vera stærra fyrir sponsor líka, eins og sér bara Giflar og Prins Bólo og allt það að kjafta þig. Þá þú veist, ef þú segir ég er með svona marga fylgjendur á TikTok og segir, þú veist, ég gef eitthvað auðlýsingu þar og í podcastinu mínu og á YouTubeinu, þú veist, þá bara þú veist, þá er meir líkur að geta fengið sponsor á. Ég gerði þetta sko oft þegar ég var bara stóra Snapchat. Ég var sponsor af Veibu, af 3 Veibum og veist, það var alltaf bara svona, ég fór bara í Veibuna og bara, hey, veist, ég er með svona mörg views, má ég sína vöruðina og fá kannski frýtt stöf eða afstátt eða whatever, sko. Þannig að, þú veist, cool, sko. Ef þú ert með podcast, bara fáðu frýtt shit maður, farið í bónus, taktu bara körfu eitthvað og bara, herri, ég er með podcast, ekki kjafta það. Já, þetta er líka bara, þú veist, líka bara að spyrja, skilur, þú veist, það er hægt að spyrja öllu að verð sem gerist, þú færðin bara nei, sko. Já, alltaf að prófa maður. Já, þetta er bara eins og, þetta tengist ekki alveg sponsan þegar við gerum hann á jólagjafaleikinn. Þá heyrðu við í endalaust á rithöfundum og fengum bara fullt af bókum frýtt. Ok, bara fullt. Og þú veist, einu sem við gerum var að fara á Instagram og spyrja. Já. Það er svona, það er ekki, maður líður svona smaðið sem að skulda öllum eitthvað. Já, þú veist, auðvitað gáðum, þú veist, takk og þú veist, postum á Instagram fyrir þau og eitthvað, þú veist, en þú veist, þetta er ekki flóknar en það að spyrja. Og líka þegar það er fokkin geðveitt að heyra þetta maður. Og líka en maður þar, ég sagði bara, ég þætti eitthvað, já, ég ætla að lesa allar bækurnar. Já. Það mun taka kannski 50 ár, en ég mun gera einhvern tíð. Já, en þetta er líka bara svona að þú fá gesti, þá bara spyrði og þú veist, það segja bara nei og það er bara ok, cool, næsti bara. Næsti. Nei, þú veist, þetta er bara, þú veist, það er ekkert verra en gerist sem þú fær nei, sko. Svo líka, veist, ég lenti því ég spurði eitthvað gaur og svo bara setna, ok, núna kannski ég vill ég fara á hann, þú veist, þannig ég ekki bara 10 þetta, heldur 40, þú veist, þá kannski ég segja já, skilur. Já, við höfum oft verið að halda samtali við nokkra, svona, bara svona til að fá það seinna, einhvern tímann. Það er straka, bara geðvitt að fá ykkur. Já, bara takk fyrir bjóð. Takk fyrir spjallið og pluggið stöffu ykkur. Bara hvað getur fundið YouTube alltaf. Bara 2 fellar alls þar. Já, bara Instagram, 2 fellar. Það var enginn búinn að taka. Spotify. 2 fellar.is. Ándjóðs? Já, þetta er. Já, við erum 2 fellar.is. Við getum bara að skoða. Gauð, geggja maður. Takk fyrir.